Ég býð ykkur hérna velkomið á heimili Ingibergar Jóns og það heitir, talað miðstöð Íslendinga í Kaupmannahöfn því að hér kom húsið þeirra var alltaf opið fyrir gesti, sérstaklega með ykkur dögum, en svo voru þeir bara mjög oft með einhverja gesti. Þetta er þessi fína mynda af henni Ingibergu og Jón sem sagt varð gráhærður mjög snemma. Og Jón hefur verið mjög myndarlegur maður, enda kallaði hann sig sjálfur hér í Danmörku sem Jón Sivertsen og gekk bæinn og var þekktur fyrir að vera flottur karl. Jónshús í Kaupmannahöfn er nokkurs konar félagsheimili Íslendinga og þar hefur Halla Benediktsdóttir ráðið ríkjum undanfarin ár og svo úrræðagóð hefur hún þótt vera að hún hefur verið kölluð móðir Íslands í Kaupmannahöfn. Maður hennar er Hrannar Hólm sem hefur kafað ofan í sögu Jóns Sigurðssonar og fleiri Íslendinga þar ytra og býður nú upp á leiðsögnum Kaupmannahöfn. Þau eru bæði Keflvíkingar og voru í sínum heimabæ þar til þau fóru á vit ævintýra í útlöndum, ungt par, fyrir margt löngu síðan. Sjónvarp Víkurfrétta hittu þau hjón í Köpen og við byrjum í Jónshúsi hjá Höllu, móður Íslands, en af hverju er hún kölluð það? Já, ég veit það svo mikið alveg, en ég fekk þetta, ég var nýlega, hélt ég upp á afmæli og fekk svona afmæliskort með heilu svona vísakveðun mig, mjög löng vísa, og hún endaði þannig að ég væri móðir Íslendinga í Kaupmannahöfn og mér fannst það svona pínu spot on. Að því að fólk leitar til mín í alls konar erindagjörðum og burt sér frá því að vera umsjónarmaður Jónshús, þá er mjög auðvelt að senda mér línu og spyrja eitthvað og með text held ég bara alltaf að finna einhverja lausn. Við erum stödd í Jónshúsi og hvernig lá þín leið í Jónshús? Já, leið mín lá í Jónshús eiginlega bara þegar ég kom til Kaupmannahafnar og ég held reyndar ég hef ekki almennilega vitað hvað væri Jónshús fyrir ég sé á Facebook var komið 2009 þegar við flytjum til Kaupmannahafnar að það sé íslensku skóli í Jónshúsi og þá var strákurinn minn 10 ára og ég náttúrulega bara mæti með drenginn í skóla og kem þá í kjölfarið í hverri viku með drenginn í skóla og þá uppgötaði ég líka að það er margt annað í Jónshúsi. Það eru sunnudags kaffihlaðborð og maður kom á sunnudum og fekk kaffi og kökur og svona. Og svo bara einhvern veginn hægt og rólega fór ég að nota húsið og nýta húsið og svo byrjaði prjóna er ég með í hóp sem að stofna prjónaklúbb Garnaflækjuna, þannig ég kom alltaf einu sinni mánuði, svo stofnaði ég hóp sem að heiti Félag kvenna í atvinnulífinu og við höfum líka aðsetur í Jónshúsi. Þannig að svo urðum við Jón sem var umsjónarmaður, þannig að hjónin sem voru undan í húsinu, umsjónarmenn, þau heita Jón og Inga, þannig ég hélt kannski að maður gæti ekki fengið vinnu í húsinu nema maður héti Jón eða Inga. En svo kemur að því að Jón hættir og vinir mínum voru búin að og segja, Halla, þú sækir þessa vinnu, þú ert hvað sem alltaf í húsinu. Og ég nei, mér finnst Jón einhvern veginn alltaf að vera eitthvað að þrífa og eitthvað svona, ég nenni því ekki. En svo einhvern veginn að ég sæki og svo þegar ég frétti að það sóttu 175 þessa stöðu og þá einhvern veginn bara, ég verð þá bara einhvern veginn að reyna að fá þetta og gat náttúrulega heil ekkert gert neitt en sem betur fer þá fekk ég þetta jobb og þetta starf og ég held að auðvitað var þetta allt mjög hæft fólk sem að sóttu en það sem að ég hafði örugglega fram fyrir alla aðra að ég var búin að vera svo mikið í Jónshúsi og þekkti Jónshús og þekkti starfsemina og var einhvern veginn búin að líka leggja hana grunna því að vera tengiliðs og margs og það er einhvern veginn, ég held það tekur tíma að aðlagast í að búa í útlöndunum og hvað þú átt að gera, hvernig þú átt að gera þetta en þeim voru búið í mörg ár og fólk leitar út á svo ótrúlegu, þegar senast í gærkvöldi þá sendi mér maður skilaboð sem var einu sinni fræðimaður og spurði hvort ég geti fundið eitthvað, nefnt eitthvað ódýrt herbergi þegar hann er að koma og auðvitað gat ég gert það. Ég bara þekki svo mikið af fólki og veit hvað fólk er að gera út allt og tengi og þannig að og það hefur náttúrulega bara elfst en ég sem sagt já, þannig að móðir Íslands, ég reyna að fara aftur tilbaka í þá spurningu, er það að hún einhvern veginn reynir að hlúa öllum sem að hafa samband í Jónshús burt frá því að vera umsjónarmaðurinn og gera allt sem að tilheyrir húsinu.
og ég tók byrjaði að stúdera söguna dálítið mikið, byrjaði í kringum Jón Sigurðsson og allt slíkt og við fórum að fara göngur sem Jón hafði farið og gengum á slóðir Jón Sigurðssonar og fórum að posta því á Facebook og bjuggum til svona grúppu og svo vatt þetta alltaf upp á sig og svo fundum við alltaf fyrir og ég fann alltaf fyrir meira og meira áhuga á sögu borgarinnar og héldum áfram að posta einhverjum göngum á Facebook og svoleiðis og svo allt í einu gerðist það fyrir nokkrum árum að fólk voru að hafa samband við mig því að það hefði tekið eftir þessu og það voru margir að fylgja, það voru þúsundir manna að fylgjast með þessu sem að voru að segja ok, getur ekki bara komið okkur í göng og satt okkur sögur. Þannig byrjaði þetta og svo hefur þetta undið svona svakalega upp á sig. Þannig að þetta bara orðið að ég ætla ekki að segja full-time job en á ákveðnum tímum á árinu ég geri ekkert mikið meira heldur en þetta. Og við förum með hópa, bæði litla hópa, þessum vinahópar og fjölskyldur og svo vinnuhópa, stóra vinnuhópa og sýnum Kaupmannahöfn. Bæði miðaldaborgina og slóðir Íslendinga og svo líka annað, svo út á Kristjánshöfn og út á Nörrebrú, út á Vesturbrú og alls staðar. Og sumrin líka hjólatúrar og allt slíkt. Þannig að það er svona stutt útgáfan að þessu. Ég hef búin að leggja ótrúlega mikla vinnu í að stúdera og lesa því að maður þarf að hafa svör við öllum hlutum, maður þarf að vita eitt og annað sko. Og ef maður veit það ekki þá maður kannski aðeins að geta fært í stílinn stundum sko, en það þannig að þetta hefur bara reynst rosalega skemmtilegt og þetta skemmtilegt að gera þetta þegar fólk vildi ánægt. Gaman að segja sögur. Það eru dæmi menn sem bjuggu inn í 7 ár tók ekki einn einasta próf. Og þetta skapaði náttúrulega ákveðna úlfúð. Það voru komið danir sem af hverju má hann vera? Kongur sagði við getum ekki breytt í neitt, en þannig var þetta. Það eru margir Íslendingar sem koma náttúrulega á þetta svæði og þyrsti þá að heyra svona söguna hérna? Alveg rosalega mikið sko, það náttúrulega, ekki hefur komið á óvart hvað er mikið líka ungu fólki sko, en það náttúrulega fyrst og fremst sem að þekkja söguna sem er á milli Danmerkur og Íslands og Kaupmannahafnar á Íslandi. Kaupmannahöfn og Ísland hafa alveg ótrúlega sterk bönd og fleiri 100 ára aftur í tíma. Og það er svo mikið að sögu Íslands í Kaupmannahöfn. Fólk hefur gaman að heyra hana, margir þekkja hana ágætlega og vilja sjá hvar hlutinni gerðust. Og svo náttúrulega bara líka Kaupmannahöfn náttúrulega bara frábær borg, fyrir utan það sem tengist Íslandi og fólk hefur áhuga að kynnast borginni því hún er í gríðarlegri þróun og breytingarnar sem hafa orðið hérna síðustu 10, 15, 20 árum alveg svakalega. Það allt önnur borg heldur við vorum að koma hingað þegar við vorum ungi menn í 1980-1990 sko. Og þannig að fólk hefur bara mikið áhuga. Kaupmannahöfn, ég held að sé engin borg út í heimi sem standi Íslendingum nær heldur en Kaupmannahöfn sko. Þetta er einhvern veginn blasir svo beint við, auðvelt að koma hingað og það fyllist alltaf reglulega af Íslendingum. Það er meiri líkur að hitta einhvern sem þekkir á Nýhöfn heldur á Laugaveginum skilur sko. Það er að fyllist alltaf af Íslendingum. Það er bara þannig. Danmörkur á sínum tíma var rosa stórt land og þá flytur inn fullt af fólki hérna og þá byrjar business og þá breytist höfn í Kaupmannahöfn. Það verður svo mikið af viðskiptum. Hér er eldhús Ingibergar og Jóns og það er svo skemmtilegt við þessa sýningu af því að hér hefur alltaf verið sýning Jón Sigurðsson en það er ákveðið á þessari sýningu að einbeita svolítið að Ingibergu og svo í takt við tíman að konan fái smá séns, tækifæri að því að hún hefur náttúrulega talið hún hafa ráðið hér ríkjum. Þannig að þetta er eldhúsið þeirra Ingiberg og auðvitað er þetta sýning og það vantar helling en við erum ótrúlega stolt af þessari eldavél sem við fengum frá Þjóðminjasafninu hér í Danmörku og hér þau voru það heppin og smart að vera með eldavél og það hefur verið rennandi vatn og það sem er svo gaman við þessa íbúð líka og þessa liti hérna í íbúðinni og þessi gulur heitir eldhúsgulur þannig að öll eldhús í Danmörku á þessum tíma voru svona á litin. Þannig að svo langar maður að benda á hérna, þessi bolli hérna er sem sagt ekki bollinn hans Jón Sigurðssonar en hann er nákvæmlega eins og bollinn hans, þetta er bláa blómið frá Royal Copenhagen og þetta er sem sagt tebolli nákvæmlega eins og Jón Sigurðsson drakk úr. En þetta er sem sagt elsta myndin af Jónshúsi en hún er nú yngri heldur en þegar Jón og Ingiberg byggu húsinu en þetta svona endurspeglar það eru 4 íbúðir og svo var alltaf einhvers konar rekstur í kjallaranum. Það er náttúrulega svo svakalega stór hópur Íslendinga sem hefur dvalið í Kaupmannahöfn og í Danmörku, já bara langt aftur í aldinni sem maður segir.
Já, algjörlega og auðvitað var húsið sem félagsheimili Íslendinga í þessari mynd sem núna, það náttúrulega bara 51 árs og það hefur ótrúlega margir nýtt sér húsið og notað húsið og auðvitað þetta samt sem áður bara brota því fólki sem í Kaupmannahöfn og þetta sveiflast svolítið, það náttúrulega mikið af fólki sem nýtt kemur einhvern veginn að því að þú ert nýr í landinu, þá einhvern veginn auðvelt að koma og hitta aðra Íslendinga og tala íslensku og svona og svo er það fólk sem búin að lengi þannig að svo líka fullt af fólki sem aldrei komið hérna þannig að en af því að það búa svo margir Íslendingar í Kaupmannahöfn og í nágrenni þannig að þá þetta alveg rosalega vel nýtt og þetta eins og núna að skuli koma hérna ég veit ekki á annað 100 manns eða 200 manns ég held að 150 mann líka kemur hérna í hverju viku til að syngja í kór. Þannig að það kannski það fallega við þetta hús að húsið endurspeglar alltaf það sem að fólkið í samfélaginu vill. Það þýðir ekkert fyrir mig að hugsa að nú vilja bara allir prjóna alla daga vikuna. Það gengur ekkert. Heldur að fólkið í samfélaginu óskar eftir að fá að syngja í kór og svo þetta það sem greinilega mjög vinsælt núna. Þannig það eru kórar all kvöld nema þriðjudagskvöldum í Jónshúsi. Og það margs konar starfsemi í rauninni, ekki bara kórar, eða ekki? Nei, alls ekki. Þannig að það alls konar starfsemi og það eins og hvað þörfin og núna fyrir 2 árum eða 3 árum þá var nýr hópur sem að myndaðist og það var svona félag heldri borgara og gallinn kannski líka við húsið að það svo vel nýtt þannig að það ekki til pláss en fáar allt inn til hópur sem hefur tíma á daginn þannig þau koma á daginn og það mjög oft svona vöfflukaffi og fólk kemur og spjallar og stundum eru fræðimenn sem hafa einhver erindi og svo borða þeir saman einu sinni í mánuði. Það búið að vera plokkfiskur og slátur og kjötsúpa, mjög þjóðlegt. Og svo náttúrulega móðurmálsskóli eða íslensku skóli. Það íslenskur söfnuður og það prestur í Kaupmannahöfn. Hann reyndar ekki með aðstöðu hér en söfnuðurinn nýtir hérna fermingafræðslu og sunnudagsskóla. Það Íslendingafélag sem notar húsið og það er með alltaf spila einu sinni í mánuði, voru með rosalega vel heppnað svona pubquiz og trúbátor núna í október og svo prjónakvöld og það eru 2 svona kvennahópar stórir í Kaupmannahöfn, félag kvenna í atvinnulífinu og Katla Nordic, það eru ungar stelpur, það nota húsið og svo náttúrulega bara Íslendingar sem koma frá Íslandi til að fá að halda viðburði, það tónlist og það eru bókakvöld og fólk fær líka húsið lánað til þess að vera með námskeið og það bara einhvern veginn, það allt leyfilegt svo lengi sem þetta sé ekki eitthvað. Þannig að það línan dregin, þannig að það ekki hægt að fá lána húsið til þess að halda eitthvað partí en þú getur fengið húsið lánað til þess að sýna fótboltaleik eða allt mögulegt sko. Hvað merkilegast við Köpen? Það fjölbreytileikinn og það sagan. Sagan ótrúleg og fjölbreytileikinn svakalega mikill. Það eru svo mörg ólík hverfi og það gaman ef maður að kynnast hvað það mikill fjölbreytileiki í mannlífi og í arkitektúr og hönnun og öllu slíku. Það það sem mér finnst skemmtilegast, það fjölbreytileikinn. Og svo borgin sjálf, hún alltaf ótrúlega falleg, ótrúlega mikið fallegan arkitektúr, fallega garða og gaman að vera hérna. Fólkið skemmtilegt, fólkið passar vel upp á sig og í góðu formi og það svona ákveðin stemming í kringu það. Þannig að það eru mjög margir hlutur. Svo náttúrulega hjólamenningin náttúrulega sem að gera það verkum að við höfum ekki átt bíl í mörg ár skilur því við hjólum hvert sem við förum eða göngum. Og ef það rignir þá tökum maður metróinu eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það eru mjög margir hlutir sem eru góðir við Kaupmannahöfn. Ég mjög sáttur að vera hérna. Hvað finnst þér merkilegast hérna í borginni? Mér finnst, eins og ég sagði áðan sko, mér finnst fjölbreytileikinn merkilegastur. Þú getur verið hérna í miðbæ sem náttúrulega dálítið svona krátið mikið af útlendingum og túristum og svoleiðis.
þú getur farið upp á Norðurbró í allt annan heim. Það eins og getur farið eins og að fara til útlanda, þannig að séð. Þú getur farið upp á Vesturbró og þá lendur sérðu allt öðru þessu fólk. Þú getur farið upp á Austurbró og Frederiksberg og það líka enn ný tegund og hverfaskiptingin þannig að það svona ákveðna típur af fólki sem að safna saman á ákveðnum stöðum og svo hoppar á milli staða, þá ertu bara í einhverjum allt öðrum heimi í hvert skipti. Það finnst mér æðislegt. Að þú getur farið á milli staða og upplifa svo marga mismunandi hluti og skemmtilega. Svo náttúrulega því ég hef gaman að fara út og borða og fá bjór og svoleiðis, náttúrulega óandalegt úrval af stöðum til þess að borða og drekka góðan bjór og fá sér gott kaffi og svoleiðis. Og það hefur bara gjörsamlega bara sprungið þessi 10 árin sko. Kaupmannahöfn orðin þannig að þegar það voru 2 bestu veitingastæðir í heimi voru aldrei í Kaupmannahöfn bara fyrir svona mánuði síðan sko, þannig að það endalaust úrval og gaman að vera úti og líka það að maður alltaf úti. Sérstaklega á sumrin en líka á veturinn, maður alltaf úti að gera eitthvað. Það finnst mér dásamlegt og Danir eru rosalega miklar útiverur. Þú sér bara og lappar bæinn, það sitja allir úti þó að það komið fram í miðjan nóvember. Það alls staðar úti setið og þannig að það finnst mér rosalega næs. Veistu hvað eru margir Íslendingar sem dvelja svona jafnæði í Kaupmannahöfn? Já, sko, það talað í svona á stór Kaupmannahafnarsvæðinu að þá séu svona 4.500 Íslendingar og það séu svona alltaf 12.000 Íslendingar í Danmörku. Þannig þetta engin smá fjöldi. Þannig að það alveg nóg Íslendingar sem geta komið og nota húsið. Og hvernig finnst þér munurinn að hafa alist upp í Keflavík og vera svo, þú búin að vera hérna dágóðan part af þínu lífi? Já, sko, ég náttúrulega orðið svo gamall að maður man varla hvernig var að búa í Keflavík. Nei, ég að grínast. En ég náttúrulega búin að búa bæði í Keflavík, Þýskalandi, Bretlandi og ekki gleyma að ég er búin að búa á Akureyri. Þannig ég náttúrulega búin að búa víða og það kannski eitt af því sem kannski kemur mér til góða í svona starfi, að maður þarf að vera svo ótrúlega sveigjanlegur og taka mið á öllu og engu og vera einhvern veginn fljótur að hugsa. Þannig að ég held að búa í litlu samfélagi og sé bara alltaf mjög gott, en það sem maður fann svo rosalega fyrir þegar maður flytur til útlanda á miðjum aldri, að koma á litlu samfélagi sem maður þekkir alla og allir þekkja alla og þú veist að bara svona hluti sem hugsaður aldrei mig að þarf að laga einhvað eða finna einhvað eða redda einhverju, þá bara tala við þennan og hinn, þá þekkir maður engan. Þá fyrir maður bara að byrja upp á byrjuninni. Og það finnst mér bara ofta ef fólk að koma hérna, bara spurjiði bara mig, ég veit, geti alveg sparað svona okkur spor, því að það helling líka í því að sem allir lenda alltaf í því sama. En það kannski hluti að því að flytja til útlanda, að þú verður bara hreinlega að finna út úr því hvort það sé hvasst horn eða mjúkt horn eða bein lína þegar þú gengur fram fyrir húsvegginn, maður veit það ekki. Þú ert svolítið svona, það eru bara allir Íslendingar sem að þekkja Höllu eða vita af henni. Það allavega, ég held það, rosa margir allavega í Kaupmannahöfn, því að ég náttúrulega líka það, þegar ég sem náttúrulega frábært og heppnu þegar maður tekur við svona starfi, það eru samfélagsmiðlarnir. Og ég hef nýtt mér það algjörlega óspart og það hefur náttúrulega bara jákvæð áhrif fyrir húsið að geta endalaust sýnt eitthvað og ég hef vel verið óhrædd við að deila sjálfur mér í að auglýsa húsið. Þannig að tilviljun þá veit fólk kannski hver ég í þessu samfélagi því ég endalaust að pósta myndum af sjálfur mér, ekki það mér þykir endilega frábælega skemmtilegt, en ég finn bara að það virkar. Þannig að það svona og mér finnst það bara svo mikilvægt að allir komi í Jóns og vita af því og tengi og ef það sér mig einhvers staðar þá er það alveg óvægt að ganga á mér og ég mun örugglega reyna að svara ef þið hefur einhverja góða spurningu. Þú fæddur og uppalinn í Keflavík og hvernig endaður hér? Af hverju ertu hér? Já, það er góð spurning sko. Ég kom hérna út af viðskiptalegum erindum á sínum tíma fyrir 12 árum. Þá var ég í forsvari og einn af eigendum fyrirtæki sem við vorum vorum með mikla starfsemi hér. Við vorum með marga starfsmenn í Kaupmannahöfn. Við vorum búin að sameinast öðrum fyrirtækjum hér og ég flutti hingað út og með fjölskylduna til þess að sinna því starfi. Og svo breyttist það ýmislegt svona 2010-11 og ég fór út úr því en ákvað að vera áfram í Kaupmannahöfn og reyna fyrir mér í öðru. Fór að þjálfa mikið körfubolta eins og ég gerir í gamla daga, endakeflingur eins og þú veist. Hvernig var karvan hérna? Karvan hún svo sem ágæt sko, en hún ekki í Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn svo stór borg
og körfubolti ekki stærsta íþróttagreinin í Danmörku. Þú veist, það knattspyrna og það eru hjólreiðar og það badminton og svo handbolti og körfuboltin á ekki séns í svona stórri borg og þú finnur ekki sponsora og það erfitt að búa til stemming í kringum það. Þannig, en ég var fór að þjálfa í kvennadeildinni og við gerðum það mjög gott, vorum að spila Evrópukeppni og mjög gaman og svo var ég með landsliðin í nokkur ár, sáum bæði kalla á kvennalandslið Danmörkur og það mikið af talentum en karvan svona samt eiginlega bara svona, hún ekki stór íþrótt í Danmörku. En það eins vegar í Árósum og Svendborg og víða, þar mikið stemming og Horsens og þar gaman sko, en ekki Kaupmannahöfn. Að koma til Danmerkur og koma til Kaupmannahafnar, mér bara alveg liðið vel frá degi eitt. Það eitthvað og þetta, ég held bara að kúltúrinn hér, hann hendi mér. Og það margt, auðvitað megum við læra helling á Dönum og Danir eitthvað lært á okkur en auðvitað breytum við ekkert Dönum, þeir eru náttúrulega búin að vera mjög lengi og við vorum hluti af þessu samfélagi alveg til 1944, svona næstum því að en þegar maður heyrir ofta eitthvað Danir eru svona og Danir eru hins en það ekki bara fínt, þannig á maður að vera. En það margt sem að mér finnst sem við höfum tileinkað okkur frá þessu danska og ég held að það til dæmis að vera á réttum tíma. Það rosa gott þegar maður með eitthvað að taka móti hópum eða fólk að það sé alltaf og það mæti fólk á réttum tíma og það rosalega áræðanlegt. Þannig ef þú ert búin að búa til að hitta einhvern og þá einhvern stendur það og það þessi virðing fyrir tímanum sem svo miklu meiri. Þannig að ef þú ert búin að gera samkomulag, vinna alla daga frá 8 til 5 þá gerur það en þú ert ekkert að vinna neitt til 6 eða 7 eða neitt svoleiðis. Þannig mér finnst það bara mjög gott að þú ert og það annar vinnukúltúr. Þú byrja fyrr, hættir og það ekki þetta alltaf já ég vann til 7 eða 8 eins og þú sért eitthvað ekstra duglegur að vinna lengi. Og það en það alveg drukkin bjór og fólk fer alveg í frokost og fær sér smörrubrauð og þú borðar ekki smörrubrauð nema að drekka bjór. Þannig og það rosa mikil hefð fyrir að veita vín og það vín í öllum veislum og alltaf svoleiðis. En það allt öðruvísi. En það ekki þetta, já þú bara virðingu fyrir vinnutíman. Þannig sem ég held mjög gott. Og svo svona alls konar síðir, við náttúrulega komum alltaf á seint fyrstu árin, alveg og það svolítið íslenskt, þú leggur á stað þegar þú átt að mæta, en svo náttúrulega býrð í borg og það ekki 15 kilometrar, þannig að kemur það bara allt og seint. Og svo þegar maður fór að byrja að mæta eitthvað svona boð sem að Danir eru og allt á seint eitthvað svona, þá bara lendir maður því allir trekk, alltaf þegar maður kemur, þá ráðast einhvern veginn allir að mann og vilja heilsa mann. Fyrst mér þetta svo óþægilegt og bara skildi ekki að hverju allir vildi heilsa mér og þetta náttúrulega fyrir COVID, þannig að allir voru að heilsa og kynna sig, en svo þetta bara kúltúrinn. Þegar þú mætir á einhvern stað, og þegar þú þekkir ekki alla, þá bara byrjar að kynna þig. Og þetta algjörlega frábært. Þannig fyrir að setjast hver í sínu horni og svo þú ert að mæta einhvers þá kannski bara einhver mjög áhugaverður sem þú langar að hitta. Ertu í einhverju matarboði með alls konar fólki og svo einhver sem að reykur prjónabúr. Það bara, hey, við þurfum að tala saman. En venlu kringumstæðum á Íslandi þá myndi maður bara tala við þá sem maður þekkir. Þannig að þetta sem mjög skemmtilegt og ég mjög hrifin af þessu. Já, smörrubrauð náttúrulega danskari heldur nú allt danst þegar komið að matagerð sko. Smörrubrauð og bjór náttúrulega þjóðarétturinn í Danmörku og sem dásamlega góður matur og hann hefur líka gengið endurinn í lífdaga. Það komið svona út af allar þessari matabilgju sem gekk yfir þá hafa komið svona úrvalsgóðir kokkar sem að útbúa hlutina á nýjan hátt og smörrubrauð fyrst og fremst borðaði í hádeginu. Og það alltaf gaman að fara að fá sér smörrubrauð á góðum frokosta sem eru þeir eru til örugglega 40-50 góðir svona staðir í Kaupmannahöfn. Það sem fara alltaf góðan mat og alltaf góða þjónustu, alltaf góðan bjór og bara dásamlegt að sitja því það tekur langan tíma að borða 2-3 smörrubrauð sko, maður situr og huggar eins og sagt á dönsku sko. Og það eitt af því skemmtilegasta sem ég geri sko, það að fara með góðum vinum og félögum og fjölskyldu í gott smörrubrauð sko. Saknar ekki eins frá Keflavík eða Íslandi? Nei, reyndar ekki sko. Ég á náttúrulega vini og fjölskyldu sem búa en ég í svo miklu sambandi við hvað sem Það náttúrulega internetið sem einhver sagði að væri bóla, hún ekki ennþá sprungin sko.
En við erum í góðu sambandi og mínir vinur og mín fjölskylda eru duglega að koma hingað og því hér er gaman að vera, sko, og við höldum bara mjög góða samband. Þannig ég er í mjög góðu sambandi við alla sem ég þekki í sjálfu sér. Þannig að það væri helst það sem ég myndi sakna ef að ég hefði ekki þau tækifæri, en ég hef þessu betur fyrir. Þannig að, ég verð að segja eins og er. En Jón var ótrúlega duglegur maður. Fyrstilega hafði hann ótrúlega mikla útgeislun og það voru margir aðrir en Jón að berjast fyrir sömu málefnum, en hann einhvern veginn varð fyrir valinu og það er kannski eitt af því að hann hafði mikla útgeislun og hafði greinilega auðvelt með að spjalla við fólk og tala við fólk, og svo segir sögur það að þegar ef hann heyrði einhvern tala íslensku í Kaupmannahöfn sem hann þekkti ekki, að þá bauð hann viðkomandi inn á krá og þeir fengu sér snaps og reyktu vindil. Og hann var duglegur að hlusta á fólk og þau voru rosalega greiðvirkin við fólk, og ef maður les bækur hann og Ingibjörgu þá var fólk að biðja greiða, og ef maður hugsa til þess, það eru 2 ferðir á ári með skipi sem tekur nokkra daga og svo náttúrulega líka einhvað með fiskiskipi, að þú fær sendibréf sem þú biður að kaupa trúlofunarhring. Sendibréfið er búið að vera á leiðinni, sem fara þau út í búð og velja trúlofunarhring, setja hann í póst og kemur hann til Íslands. Þannig það er ekki verið neins skyndi ákvörðun að trúlofast á Íslandi á þessum tíma. En þau voru rosa dugleg í því að sinna fólki. Og svo var hann auðvitað var hann alþingismaður í mörg ár og þau fóru til Íslands alltaf annað hvort ár. Og hann var alþingismaður Vestfjarða, hann kom þaðan. En hann vildi náttúrulega að Íslendingar myndi stýra sjálfum sér meira og ekki vera undir stjórn Dana, og hann leggur grunninn. Auðvitað endar þetta 1944, löngu eftir að Jón er dáinn. Segir náttúrulega mikið að hvað við Íslendingar líta upp til Jóns, að því við veljum hans afmælisdag sem þjóðhátíðardagur Íslands. Þannig hann lagði grunninn og ásamt svo mörgum öðrum Íslendingum, en hann er í okkar minni. En við þurfum virkilega að passa upp á að halda lífi í Jóni Sigurðssyni, þannig að við gleymum honum ekki.